Össur Skarphéðinsson hefur sætt gagnrýni frá bæjarstjóranum á Akureyri og forstjóra Norðurorku fyrir þá ákvörðun að láta gjástykki í umhverfismat. Hann segir að þetta eigi þó ekki að koma mönnum á óvart. Það er einhver misskilningur í gangi hérna. Það er eins og bæjarstjórinn og aðrir sem hafa tjáð sig þetta mál að norðan gerir sér ekki grein fyrir því að stefna sveitarfélagana sem eiga þessi svæði er sú að gjástykki verði aftast í framkvæmdaröð virkjana og stefnan er líka sú að hjá þeim að ef að ekki verður þörf á orku úr gjástykki þá verður ekki virkjað þar. Þannig að það er alveg út í hött að þessi ákvörðun í sjálfu sér hún leiði til einhverja tafa á framkvæmdum þarna ef að skipulagsstofnun á annað borð leyfir þessar framkvæmdir. En nú hefur formaður náttúruverndarsamtakanna gagnrýnt að rannsóknarleyfið sé ekki afturkallað meðan slíkt umhverfismat fari fram og gerningurinn hafi því í raun litla þýðingu. Ja, hann hefur engin rök fært fyrir því. Það að umhverfismat fer fram þýðir það auðvitað að það er kannað hvort að það sé í lagi frá sjónarhóli náttúruverndar og umhverfisverndar að fara í þetta eða ekki. Við vitum það svo að þessi útgáfa þessa leyfis á sínum tíma var mjög umdeild. Það var gefið út 2 dögum fyrir kosningar en þetta var stjórnsýslu ákvörðun sem er ákveðlega erfitt að taka aftur og ég hef margsagt að ég ætla ekki að taka það aftur. En hins vegar sagði ég að ég myndi beita mér fyrir því að þarna færu menn í umhverfismat. Þá er lögunum fullnægt. Össur segir að menn óttist greinilega fyrir norðan að þeir hafi ekki næga orku ef að ráðist verði í stóriðju. Við því hef ég tvennt að segja. Þeir ættu heldur að beina sínum spjótum að Landsvirkjun og spurja Landsvirkjun af hverju hún hafi ekki hraðað borunum í Þeistareykjum. Það hefur komið fram að það er töluvert meiri orka heldur en að menn áttu von á og ég segi það alveg hreinskilnislega. Mér finnst Landsvirkjun hafa farið of hægt í það mál og ég undra mig líka á því hversu seint gengur að hefja djúpboranir en í þeim eru mestu orkumöguleikar Íslands til framtíðar. Og síðan vil ég bæta því við líka að ég hef á Alþingi fyrir hönd ríkisstjórnarinnar lýst því yfir að það eigi að byggja upp flutningskerfið á millum Húsavíkur og Kárahnjúka. Við Kárahnjúka eru það 90 megavött sem eru til reiðu umfram það sem menn áformaðu upphaflega að búa til og ef að þessi lína væri byggð upp þá er auðvitað hægt að flytja það norðaustur líka þannig að Húsvíkingar ættu nú ekki að þurfa neitt að óttast vegna þessara ákvörðunum gjástykkið. Og Össur segir að áhugi Landsvirkjunar hafi greinilega beinst í aðrar áttir. Já, ég tel einfaldlega að Landsvirkjun hún hafi verið mjög upptekin af því að reyna að afla orku fyrir álver á Suðvesturhorninu, bæði Helguvík, en líka álver sem að upphaflega átt að rísa eða stækkun í Straumsvík og síðar þegar menn voru að tala um Keilisnes og Þorlákshöfn. Ég tel sem sagt að þarna hafi of mikið kapp verið á að byggja upp á Suðvesturhorninu þegar að menn áttu auðvitað að einhenda sér með miklu sterkari hætti að afla orku fyrir Norðausturhorninu.